Þegar ég segja sem eigum að vera verðugur bandamaður, það einhvern veginn ekki af því að það hljóma svo vel eða af því að það þykir eitthvað cool að segja það. Það bara, þetta bara hagsmunamat. Við sem munum alltaf þurfa á bandamönnum að halda. Við eigum að sýna það þá í verki að við séum verðugur bandamaður með þeim hætti sem við getum gert. Og í staðinn fyrir að horfa alltaf á það, hvað við getum þetta ekki að því við erum svo fá, við getum þetta ekki að því við erum svo smá, við getum þetta ekki að því við erum ekki með her, við getum þetta ekki að því við eigum ekki vopn. Ok, gott og vel, en hvað getum við gert? Af því að við erum fá, af því að við erum smá, af því að við erum ekki með her, af því að við erum staðsett það sem við erum, af því að við ógnum engum, af því að við erum með ágætis svona trakkrekord í því bara hvernig á að haga sér og reka samfélag og svo framvegis og svo framvegis. Hvað getum við gert raunverulega bara í krafti smæðarinnar? Velkomin á Flekaskil. Ég heiti Dagur B. Eggertsson. Ég heiti Þórdís Kolbrún Reykjavík-Ljótóttir. Og við erum farin að stað með þetta hlaðvarp sem að fjallar breytingarnir í heiminum, þann ótrúlega hraða sem að þær eru á. Já, tilraun til þess að eiga yfirvega og vitsmjölegt samtal þær breytingar, þá þróun, hvað þýðir fyrir Ísland, bæði með svona beinum hætti og óbeinum og svona bera á borð allavega tilraun til þess að gera það og auka umræðu þessi mál af nauðsyn. Já, og eins og við sögðum í fyrsta þætti þá ætlum við að fjalla Bandaríkin, Trump, Evrópu, bandalögin, en líka alþjóðalög og alþjóðastofnanir, en við nefndum líka Úkraínu og í þessum öðru þætti ætlum við að setja kastljósið á Úkraínu og auðvitað væri hægt að tala í gríðarlega löngu máli Úkraínu, en ástæðan kannski svo að allsherjarinnrásin í Úkraínu 2022 vendipunktur, ekki satt? Jú, algjör vendipunktur og ég held að það sé ágætt að svona bara minna sig hans á, hvar værum við stödd ef að Rússland hefði ekki hafið allsherjarinnrás inn í Úkraínu til þess að taka hann yfir á nokkrum dögum og taka yfir allt landið. Hvar værum við þá? Og við getum ekki hugsað það núna, en það mikilvægt að fara tilbaka til þess að setja hlutin í samhengi. Því að allt sem að gerast núna, það tengist því með beinum hætti, óbeinum hætti og samhliða síðan sem að þessna þegar við erum að ræða alþjóðamálin þá auðvitað skarast þetta allt, þegar við erum að fjalla fjölþáttaógnir, fjölþáttaárásir, í Evrópu, pólitíska stöðu alþjóðakerfisins, stöðuna í Bandaríkjunum, áhrifin á Evrópu, hvað Evrópa þarf að gera, allt hangir þetta saman við þá staðreynd að það stríð daglega í Úkraínu, þar sem úkraínskir hermenn fórna lífi sínu og limum til þess að halda í sjálfstæði og fullveldi landsins og fyrir framtíðarhagsmuni og það hefur bein áhrif á okkur, þannig ég held að það sé mikilvægt að auðvitað gætum við fjallað það í mjög löngu máli, við ætlum að reyna að gera það ekki og svo auðvitað mun Úkraína koma upp í samhengi við örugglega í öllum öðrum komandi þáttum. Akkurat. Aðeins til þess að ramma okkur inn, Úkraínustríðið hefur staðið núna í meir en 4 ár. Mannfallið, það ekki til opinbera tölur allavega sem að löndin staðfesta, en flestum ber saman að mannfall Rússlandsmegin sé hátt á aðra 1 milljón ef taldir eru þeir sem eru fallnir eða mikið særðir og það ekkit vafamál að tala hleypur á 100.000 Úkrænumegin þó að öllum beri líka saman að mannfallið þar sé minna, en auðvitað eru þetta svo háar tölur að þær eru algjörlega óskiljanlegar, eins og bara svo staðreind að svona stríð með skotgröfum og þessari ótrúlega löngu víglínu eigi sér stað í Evrópu nútímans. Já, og það eitt af því sem að ef maður hugsar þetta stríð, þetta eins og þú nefnir, þetta í rauninni, það eru einkenni stríðs eins og í fyrstu heimsstyrjöld. Það eru einkenni eins og í síðari heimsstyrjöld og svo ofan á það ertu með auðvitað allskyns fjölþáttaógnir og síðan þetta nútíma stríð, mikil tækni,
þróun, þú veist, drónanotkunnin og gervigreindin og allt það, þannig að þetta er í rauninni allur skalinn, en það er auðvitað ótrúlegt að hugsa til þess að þú veist, línan haggast lítið og þetta bara, eins og þú segir, er komið á 5. ár, þótt auðvitað sé alltaf mikilvægt að halda þetta til haga að Rússar réðust auðvitað á Úkraínu árið 2014 með því að taka Krímskaga, en það er stigsmunur á því og allsherjar innrás með það markmið að í rauninni eyða Úkraínu sem landi, sko. Já. En það er annað einkenni á þessu stríð, að þetta er stríð háð á tímum samfélagsmiðla og upplýsingaóreiðu og upplýsingastríðs. Það er stundur sagt að sannleikurinn sé fyrsta fórnarlambið í styrjöld og það hefur sannarlega verið í þessu og þess vegna þarf maður að fylgjast vel með og í raun setja spurningamerki við mjög margt sem að les og hérna, vikta það svolítið saman. En að því að þú varst að tala um víglínuna og hún hefur sannlega mjög lítið færst mjög lengi, þó að mannfallið sé alveg gríðalegt hérna við hana, að þá er lína sem hefur færst mjög mikið í gegnum þetta og er hluti af einhvern veginn þessum breytingum á alþjóðamálunum og alþjóðakerfinu sem við erum að fara að tala um í þessum þáttum, og það er bara munurinn á því svona þessum stuðningi bandamanna við Úkraínu að í upphafi var þetta mjög mikið vopn og vistir sem væri fyrir hendi, áberandi hérna, mikill stuðningur frá Bandaríkjunum hlutfallslega og í raun og ennþá skiptir stuðningur Bandaríkjana varandi upplýsingar og alls konar svona hátækni aðstóð mjög miklu máli, en það er mjög dramatískt hvað í raun fjárhagslegu stuðningur er orðin lítill af Bandaríkja hálfu engin nánast og hefur fæst alveg yfir Evrópumegin og í raunum síðustu helgi voru ákveðin vatnaskil vegna þess að við höfum fylgst með ákveðnum vandræðagangi hjá Evrópusambandinu sem að hefur verið mjög traustur bakhjarl Úkraínumanna og verið með áform að lána Úkraínu 90 milljarða evra sem er gríðarlega miklu peningar til næstu 2 ára til þessi raun að fjármagna varnirnar eins og nauðsynlegt er að minnsta kosti fyrir utan tvíhliða stuðning Evrópuríkja. Akkurat sko, og sem bætist þó ofan á en þarna hefur kannski ámenningu það að Evrópusambandið er ekki einn vilji heldur sjálfstæðar þjóðir sem sitja við borðið og Ungverjar hafa beitt neitunarvaldi hingað til þess að hleypa láninu áfram, jafnvel þó hafi á einum tímapunkti verið búin að samþykkja það og þetta snerust nýafstaðna þingkosningar í Ungverjalanda ýmsu leyti og þar fellur Orbán eftir 16 ára á valdastóli og allt sem bendir til þess að núna fari í raun þessi stuðningur að raungerast. Já, hann verðandi forsætisráðherra var skýr með það að hann myndi ekki standa í vegi fyrir því að Evrópusambandið gæti tekið þessa ákvörðun þó þannig að Ungverjar eru ekki þátttakendur í því, það er ekki breytast en myndu hleypa því í gegn og það er líka áhugavert og kannski speklar að einhverju leiti, þú veist, á hvaða stað við erum þegar að maður hlustaði á fráfarandi forsætisráðherra Viktor Orbán bara viðurkenna mjög snemma þetta kvöld, hann játaði sig sigraðan Fannstu léttin? Já, en sko líka bara að hann gerði það. Já, akkurat, það sem ég á við að maður var eiginlega búin að búa sig undir að hann myndi ekki viðurkenna ósigur, jafnvel standa fyrir einhverju eða myndi brjótast út einhverjar óeirðir eða eitthvað slíkt, en það verður mjög áhugavert að fylgjast með næstu skrefum hjá nýrri ríkisstjórn. Þau þetta náðu þarna 2/3 hluta þingsins sem að þýðir að þeim verður þau hafa möguleika á að breyta stjórnarskrá og svona raunverulega taka til og gera hluti og hann verðandi forsætisráðherra fer fram með miklum látum og ég bara vona alltaf besta í því og þetta eru sannarlega vatnaskil, svo verður maður bara að sjá hvernig þetta gengur og það er auðvitað mikil áskorun að takast þetta á hendur, þú veist, bæði bara að það gangi upp en líka að þú spilir, þú veist, réttan leik og réttlátan og fylgir reglum og allt það, þannig að það verður áhugavert.
En þessar kosningar kannski út af Úkraínumálunum og svona hvernig Ungverjalandi hefur beitt sér, en líka út af því að eftir svona 16 ár þá var Orbán orðinn einhvers konar tákn fyrir ákveðna stefnu í stjórnmálum, populisma og naut opinber stuðnings Trump, Putin, Netanyahu, einhvern veginn, þetta var bara á allra vörum eiginlega, hafa mér á tilfinningunum úr okkar heimsotni allavega. Já, og ég aðdraganda kosningarna fór náttúrulega líka birtast sko hljóðklippur og fréttir af því með hvað hætti Ungverjar í rauninni lágu öllum helstu trúnaðar upplýsingum og mikilvægum upplýsingum innan úr Evrópusambandinu, þar sem að Peter, fráfarandi utanríkisráðherra Ungverjalands, sem var nú sessunautur minn og Guðlaugs Þórs og Þorgerðar Katrínar, hann búin að vera hann lengi, sessunautur okkar á ráðherrafundum í NATO, því að Ungverjaland og Ísland sitja hlið við hlið, og þar var hægt að sjá hvers konar bandamaður hann var, gagnvart Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands. Þannig að þetta eru miklar breytingar sem fylgja þessu. Já. Ég fann allavega fyrir svona bara létti. Ég einhvern veginn var búin að búa mundið að Vesta og það var meðal annars eftir að tala við ungverska þingmenn á NATO-þinginu sem að jafnvel þó þeir var í stjórnaranstöðu einhvern veginn treystu sig ekki alveg og höfðu áhyggjur af einhvern veginn framkvæmt kostninga sérstaklega í svona minni dreifðari byggðum, þorpum og bæjum þar sem að alls konar hefur verið í gangi eins og við byrst fréttir af en þetta er allavega breyting, hún er góð fyrir Evrópu, hún er góð fyrir Úkraínu og ég held að okkur sé ekki góð fyrir Ungverja? Já, að ógleymdum og ég held að okkur sé ekki að vanbúnaði að renna okkur inn í spjalli sem við áttum Úkraínu fyrir nokkrum dögum en ákváðum að prjóna þessum inngangi við vegna kosningarna í Ungverjalandi og til þess að ramma aðeins umræðana á hverju við erum aðeins. Já, og í rauninni bara áður en við gerum það var náttúrulega áhugavert að fylgjast með því að í rauninni var, þú veist, Úkraína og forseti Úkraínu helsta kosningamál fráfarandi valdhafa í Ungverjalandi. Alveg magnað. Það var ótrúlega merkilegt að fylgjast með því. Þar var eiginlega hræðslulínan ekki satt, ef þið kjósið ekki mig þá verða börnin ykkar sendi í stríði í Úkraínu. Sérstætt. Já, það er ýmislegt sem gengur á þegar menn komst upp með að segja ósátt alls konar hluti. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði, við rennum okkur í umræður stríði í Úkraínu frá ýmsum hliðum, þáttur sem við tókum upp 9. apríl síðastliðinn. Velkomin á flekaskill. Heimurinn er að breytast hraðar en við höfum séð nokkuð tímann áður. Bandalög sem við heldum að verðu sterkustu virðast við það að bresta. Átakalínur er að breytast og heimurinn er eiginlega allur á flegi ferð. Við Þórdís Kolbrún höfum ákveðið að setjast niður og reyna að skilja þetta og hvað þetta þýðir fyrir Ísland og við ætlum að koma mjög víða við en það eru auðvitað einn atburður sem kannski skilgreinir mjög margt að þessu og upphafið af ýmsu sem við erum að tala og það er innrásin í Úkraínu. Mér langar kannski, mér finnst freistandi svona aðeins að skyggnast inn í heim utanríkisráðherra Íslands sem er líka auðvitað varnarmálaráðherra Íslands. Sko bara þegar þú hugsar aðdragandann, sko hvað vissi fólk, hverja voru áhyggjurnar, hvað einhvern veginn kemur upp í hugan þegar ég segi innrásin í Úkraínu. Sko, fyrsti vinnudagur minn sem utanríkisráðherra, bókstaflega fyrsti, þú veist, ég fór og afhendi lykla af fyrra ráðuneyti mínu og tók við lyklum að utanríkisráðuneytinu og keyrði út á flugvöll til þess að taka þátt í fundi utanríkisráðherra NATO í Ríga. Og þetta var í lok nóvember 2021, þannig að þetta eru 3 mánuðum fyrir allsherjar innrás Rússa og strax á þeim fundi, þú veist, var í raun
allt svona efni og umræðan og hérna það sem við ræddum og fengum að sjá svona ofan í snerist það, sem sagt uppbyggingu við landamæri og svona hvað Rússar virtust vera að gera eða undirbúa, en á þessum tíma var líka ennþá í raun alveg fram að nánast síðasta dag var auðvitað alltaf þessi efi að þetta væri raunverulega það sem það væri að skipuleggja, myndi raunverulega láta af þessu verða, þetta væri svo óskynsamlegt, ólógískt, yrði svo dýrt á allan hátt. Þannig að það var auðvitað svona ágætis fyrsti dagur í vinnunni, þú veist, að fá þetta allt bara einhvern veginn beint í æð. Og vikurnar á eftir voru talsvert svona undirlaðar þessu og ég reyndi, þú veist, lesa eins og ég gat og svona einhvern veginn að skilja, og auðvitað hafði maður þá ekkert, maður hafði ekki samanburð, þú veist, þannig að það var svolítið erfitt að meta, þú veist, er þetta samtal sem hefur breyst rosalega mikið frá því bara fyrir 6 mánuðum síðan eða eitthvað, af því að maður hafði ekki þann samanburð, maður kom bara inn einhvern veginn á þessum tíma. Síðan bara líður tíminn og í rauninni alltaf aukast líkurnar á því að þetta sé raunverulega það sem þeir gera, og svo er þetta að fara að flytja blóð, þú veist, að landamærunum, og það er svona nánast ávísun eða allavega gefur skýrt í kynna hvað verið er að undirbúa. Dagarnir þarna undan, þú veist, ég fór á öryggisráðstefnuna í München, þar sem Zelenský forseti Úkraínu kom nokkuð óvænt á staðinn. Ég fór þaðan á fund varnarmálaráðherra Jeff sem Bretar leiða, sameiginlega viðbragðssveitin, sem var haldin í einhverjum svona hálfgerðum kastal einhvers staðar aðeins út fyrir London. Ég man það var ekki frábært símasamband, þannig að þetta var allt svona svolítið, og þá búið að gera ráðstafanir sem sagt, ef að það myndi brjótast út stríð á meðan að við værum þarna, þá væri hægt að flytja okkur hratt tilbaka. Og samtölin til dæmis þar voru ótrúlega eftirminnileg, þar sem að, þú veist, auðvitað voru þessi svona stærri ríki með öfluga greiningagetu og svoleiðis. Leyniþjónustu. Já, voru almennt svona á því að, þú veist, Úkraínumenn myndu nú ekki ná að halda, þú veist, lengi. Þannig að verkefni yrði að ná þessu einhvern veginn tilbaka og svona. Og þá heyrði maður mjög skýrt frá vinum okkar í Eystrasaltsríkjunum að þeir mátu stöðuna allt öðruvísi og bara býtu, þú veist, eru þið ekki alveg í sambandi, ég menn Úkraínumenn munu berjast, þeir munu verja sig, þú veist, það og svona, og maður satt þarna einhvern veginn alltaf ekki búin að vera lengi og kemur frá herlausu Íslandi og sem aldrei hefur verið ráðist á, og síðan auðvitað kom það í ljós að Eystrasaltsríkin höfðu rétt fyrir sér þessu eins og svo mörgu öðru þegar kemur að hegðun Rússlands og Pútín. Og síðan kvöldið fyrir allsherjarinnrás, þá fór ég í rauninni að sofa gerandi ráð fyrir því að ég myndi vakna við þetta sem síðan gerðist, og það var, það sem ég situr oft eftir er svona ákveðin svona sorgartilfinning einhvern veginn, ég þurfti svona að syrgja eitthvað og ég gat ekki alveg fest hendur á það hvað var sem að var að syrgja, en ég tengdi það svolítið við börnin mín, þú veist, ekki persónulega þau, þú veist, sem eru bara frjáls og búi í örgu landi hérna á Íslandi, heldur bara, ég hugsaði, svona á tíminn ekki að fara með okkur, hvernig má það vera, þú veist, ég, einhvern veginn 35 ára á þeim tíma, sé, þú veist, í einhverjum veruleika þar sem þetta gerist, þú veist, í Evrópu, og mun kynslóð barnanna minna einhvern veginn alast upp í allt öðruvísi umhverfi og veruleika heldur en ég fekk að gera. Og hugsaði, svona á tíminn ekki að fara með okkur. Þannig að það var svona, ég hugsaði svona 2 sólarhringa hvort það væri óhætt að tala sko nýjan veruleika, þú veist, svona nýtt norm sem að síðan auðvitað bara var gert eiginlega alveg leið sko. Og þá strax þurfti síðan að hugsa, byrju, hvernig bregðastu við? Annars vegar í samstarfi við aðra, bæði út frá viðskiptaþvingunum, fordæmingu, alls konar hlutum, fullt af auka fundum sem voru haldnir og svoleiðis, en líka þegar við ákvaðum að senda flugvélar til Evrópuríkja sem sátu á gömlum vopnum, bara frá Sovjetímanum, sem þeir vildu koma til Úkraínu til þess að aðstoða, gera þeim kleift að verja sig, en höfðu ekki vélar til þess að
flytja það, þannig að við sköffum það og ég átti að mælu því að það væri ekki einhvern veginn sjálfgefið að gera það og það væri ekki eitthvað sem að við gerum bara alltaf þegar við getum sko. En þá man ég hugsa líka, herðu, stundum ekki nóg að gera einhvern veginn sitt besta sko, stundum þurftu bara að gera það sem krafist og þessi fyrstu sólarhringar voru þetta ótrúlega krúsjál fyrir Úkraínu og munaði mjög litlu, þú veist, hvernig færi. Já, mitt, sko, ég borgarstjóri á þessum tíma og auðvitað miklu fjær þessu heldur nokkuð tíman, auðvitað ekki svo varnarmálaráðherra Íslands, man eftir því þó úr fréttum sem nú kannski óvenjulegt að það voru fréttir af því að bandaríska leyniþjónustan eða svona Biden-stjórnin var að vara við því að þetta væri í uppsiglingu. En það voru alveg jafnsterkar raddir sem töluðum það að það væri svona einhvers konar, það væri verið einhvern veginn svona blásið einhverja herlúðra og þetta væri svo óröggrétt og ólíklegt að þetta væri að fara að gerast að einhvern veginn, maður var skilinn eftir með svona einhvern vafa. Í mínu persónulega lífi, þú veist, þá var þetta eftir allt of langan tíma af COVID og starfi neyðarstjórn höfuðborgarsvæðisins og Reykjavíkurborgar einhvern veginn allan sólarhringinn en þannig hittist á að ég og síðan eiginlega öll fjölskyldan bara hvert á fætur öðru fengum COVID þarna sem skýrði það að ég var einhvern veginn lokaður upp í risi heima hjá mér og fæ símtal þar sem ég spurður hvort ég geti tekið við símtali frá borgarstjórnum í Vilnius sem ég þekkti en get ekki sagt að við höfum verið náni vinir og já, ég gat það og já, ég heiti Remi Gíus já, Remi, blessaður ertu til að koma með mig til Kýv? Hvað segirðu? Sagði ég. Já, ertu til að koma með mig til Kýv? Já, hvenær? Á morgun, sagði hann og og ég sagði, já, og byrju hverjir að fara? Ég og þú. Og mér brá svolítið og spurði á hverju hringir í mig? Svona, og hann sagði, þú ert borgarstjóri Reykjavíkur, þú ert frá Íslandi. Og þá var þessi sterka tenging við einhvern veginn að Ísland hafði verið eina ríki sem stóð með Eystrasaltsríkjunum þegar skriðdrekarnir stemdu á höfuðborgi þeirra og Jón Baldvin Hannibalsson fer hérna út og mér alltaf fundist þetta dálítið merkilegt. Ég var auðvitað miður mín, bæði að geta ekki farið fyrst hann væri að hringja af því að það var auðvitað fyrsta hugsun en ég var beinlínis í ferðabanni í einangrun þannig að það var nú ekki hægt en hann fór einn hann hringdi ekki neitt annan heldur bara dreif sig að stað og hitti fórustu Úkraínu og en mikla hnefilega kappa sem þar borgarstjóri enn í Kýv og tekur síðan beinlinis síðustu vél út áður en innrásin hefst og það sem að Remi sagði var sko þegar ég sagði ákveð þetta drífa, þú veist, ég hlustaði á ræðu Pútíns og þetta ræða sem að flytja líklega 3 dögum fyrir innrásina en þetta einhvern veginn færði stríði svo rosalega miklu nærmanni og ég ákvaði leið og ég myndi losna úr einangrun og sóttkví að þá myndi ég fara og ég fór senat í heimsótti Vilnius, Riga, Tallinn og svo Helsinki og þetta alveg ógleymanleg ferð því að bæði einhvern veginn fannst þeim raunverulega skipta máli að einhver kæmi að því að þó að varnarmálaráðherrar sko Eystrasaltsríkin hafa verið brattir og metið það líklega rétt á þessum lokuðu fundum með þér að þá var almenningur með tvennt á hreinu í fyrsta lagi að þetta myndi vera mjög stutt stríð Úkraínir myndi tapa og þau eru þau næst og þau voru bara byggt á einhverju svona sögulegri þungri og þjáningafullri tilfinningu með þá hreinu að þau yrðu svikin og þau væru ekki stór og nógu merkileg þó þau væri í NATO
að NATO myndi bregðast við af fullum krafti og þetta var alveg nýtt fyrir mér einhvern veginn að því að maður einhvern veginn alin upp bara í árbænum á Íslandi og ég get nú komið inn á það betur, þú veist, ég meina ég fór í Keflavíkurgöngur og á tónleika hjá hestöðanstæðingum með Bubba Mortens og svona þegar ég bara strákur og einhvern veginn man eftir þessari stemningu og sem endurspegla, þú veist, hefur enginn beinleins verið hræddur innrás á Íslandi en sko að því ég hef nú kynst fólki frá Eystrasaltsríkjunum í bara gegnum alls konar í liðnum árum, þú veist, það enginn sem ekki með flóttaplan fyrir sig og sína fjölskyldu og þessi veruleiki einhvern veginn og þegar ég fer þarna þá sem bara mikið í gangi vegna þess að borgirnar, höfuðborgirnar eru að taka á móti flóttafólki í alveg óbáslega stórum stíl. Ég tók þátt í að opna svona flóttamanna miðstöð númer 2 í Ríga og þetta var bara mjög merkilegt að hafa verið þarna á þeim tíma en sko frá í raun því að þessar þjóður höfðu fengið sjálfstæði sitt þá höfðu aldrei tekið á móti flóttafólki þau tóku ekki þátt í að taka á móti niður frá Sýrlandi neitt sem Evrópa var að gera í miklu mæli þannig að þetta var bara þeirra stríð og en fyrir vikið kannski fylgdist maður mikið betur með þessu af undran og aðdáun á einhvern veginn hvernig Úkraínumenn börðust og svo var eiginlega annað sem var mjög athyglisvert og ég hef ekki neinu samhengi séð áður að úkraínskir borgarstjórar voru í mikilli útrás í diplomasíu og tengdust mjög hratt og vel við borgarstjóra bara allan heim, sérstaklega í Evrópu auðvitað og nágrannaríkjunum en líka Bandaríkjunum og víða og við borgarstjóra til dæmis höfuðborgar Norðurlanda sem að höfðum hist af og til frá gömlum grunni einu svona árið á 2 ára fresti aðeins oftar í COVID við fórum að hittast að minni tillögu mánaðarlega og bjóða borgarstjórum höfuðborga Eystrasaltsríkjanna þarna inn einhvern veginn til þess að skiptast líka á bara upplýsingum hvernig þetta verið best gert og hvernig fólk verið að leysa skólamálina því að þetta voru býsna stórir hópar og við tókum svona þátt í því þannig að en svo getur maður líka alveg hugsað að mér langar aðeins að spurja þig út í það að því ég held að sé raunverulega þannig að og meira þegar þú ert utanríkis- og varnarmálaráðherra heldur en nokkuð tíma borgarstjóri eða eitthvað, þú ert að vinna með upplýsingar og gögn sem þú beinlínis mátt ekki veita aðgang að, þú ert kannski að bregðast í opinberum yfirlýsingum við upplýsingur sem fólk er ekki með og mátt ekki segja af hverju þú ert að bregða svona við og þrátt fyrir að við sem herlustjóð þá erum við í NATO og erum þar með ákveðin neitunarvald á vissa hluti ef að til þess kæmi, þú veist, hvernig upplifun var þetta, þú veist, verandi í þessi hlutverki í raun svona fljótlega eftir að þú tekur við embætti? Já, ég man sko þegar ég var að taka við embætti utanríkisráðherra þá hugsaði ég einhvern veginn, herðu, hvernig set ég mark mitt á þetta embætti? Þú veist, það er engar byltingar í utanríkisstefnu Íslands. Ég var að taka við ráðuneyti af samflokksmanni og hugsaði einhvern veginn, herru, hvernig, þú veist, og svo bara á fyrsta degi eins og ég nefndi, þú veist, þá bara, og svo gerist allt sem gerist. En ég held að tilfinningin, kannski fyrst og fremst bara, þú veist, að taka þessu, þú veist, alvarlega, að reyna að læra og svona skilja og skynja hluti eins hratt og maður mögulega getur, þú veist, maður sá mjög fljótt að uppistaðan að svona kollegum, þú veist, utanríkisráðherrum annara landa í kringum okkur þú veist, bara vandað fólk sem að tekur vinnu sinni alvarlega. Maður átti þess að því að, þú veist, þetta við vorum bara komin inn í einhverja tíma sem bara myndu fylgja gríðarlega miklar breytingar. Maður las náttúrulega rosalega hratt sko þennan mun eins og þú ert að lýsa Eystrasaltsríkjunum og svona stemmingunni þar hún alltaf blasti við einhvern veginn alveg leið og
og mjög fljótt fóru önnur ríki að segja, þú veist, við hefðum átt að hlusta af því að Eystrasaltsríkin náttúrulega þau hættu aldrei að vara við því að Rússland væri ógn og þeir virtu ekki í raun fullveldi sjálfstæði Eystrasaltsríkjana og svo margra ýmsa annarra landa og hefðu ekkit eitthvað þolinmæði eða myndi ekkit gútt einhvern veginn okkar svona umhverfi og veruleika og vildu ráðast á það og þá fannst mér og ég hef oft sagt það svona á fundum þar sem við erum að tala sko, heyrðu, ef við segjum núna við hefðum átt að hlusta við ætlum að læra af því en svo hættu við að hlusta þegar þessi sömu ríki eru að núna að vara við ákveðnum hlutum sem okkur finnst óþægilegt að heyra þá hættu við svolítið að hlusta og þá segi ég, heyrðu, ekki segjast ætla að læra af því að þú hafir átt að hlusta þegar þú síðan hættir því núna þegar bara línan færist skilur það, því ég upplifði einhvern veginn mér finnst þessi ríki vera, þeir eru að segja hluti í dag sem að sumum mörgum finnst óvarleg, þú veist, of aggressív of einhvern veginn dramatísk eitthvað svona, já, þú lentir í ýmsu en þú eru bara að komast yfir það að við erum hérna með stærri mynd sem við þurfum að hugsa sko, það er ábyrgð okkar herðum og við þurfum öll að eitthvað að þá finnst mér sko annarkvort eigum við að, ef við meinum það að við hefðum átt að hlusta betur þá eigum við að halda áfram að hlusta núna eða við bara segjum, herðu, við vitum að þið höfðu rétt fyrir okkur þarna en núna er staðan önnur. Það er engin til í að segja það því ég held að fólk viti innst inni að það er líklega ekki þannig. Sko þetta viðhorf og þessi svona kultúr í þessum ríkjum hún kemur ekki til á góðu en hún er þarna og þessi tilfinning dómgreind einhvern veginn og þetta svona innsæi sem að bara er allt samfélagið það byggir á, þú veist, sögu þeirra og erfileikum, þú veist, og þau bara eru með einhvern veginn þetta í fingrunum, sko, þau bara þekkja sína nágranna, þú veist, bæði Úkraínu og Rússland og muninn þar á og hvað er undir og þess vegna, þú veist, skilja þau mjög vel þegar að Úkraínumenn bregðast við eins og þeir gera vegna þess að þú veist, ef Úkraínumenn hefðu bara hætt að berjast þá væri engin Úkraína. Þannig að það er einhvern veginn þegar fólk segir, þú veist, af hverju eru það að berjast og hvernig, þú veist, það er bara hver er valkosturinn og Eystrasaltsríkin, þú veist, hafa áhyggjur af þessu þrátt fyrir að vera í Atlantshafsbandalaginu og ekki minni áhyggjur núna heldur en, þú veist, fyrir 2 árum, sko. Nákvæmlega, ég held að það sem svona Ég bara tek undir einhvern veginn hvað maður kynntist Eystrasaltsríkjunum upp og nýtt í gegnum þetta og líka núna eftir að ég er komin inn í NATO-þingið að bara mjög athyglisvert en talandi einhvern svona gamlan kultúr sem er byggt á þá fannst mér líka bara mjög dramatískt að upplifa það hvað sko Svíar og Finnar skiptu kultúr í raun þessi 200 ára eða meira hlutleysistefna Svía hún bara breytist þarna ótrúlega hratt og Finnana líka með sína sögu vetrarstríðið og í raun hafa verið alveg gríðalega varfæring að hreyfa sér nokkuð gagnvart Rússum líka einhvern veginn eftir fall múrsins og ég man svo sterkt úr þessari heimsókn að tala við sko borgarstjóra Helsingi sem hafði verið á þinginu og mjög svona inn í varnarmálunum að ég fann bara fyrir svona djúpri sorg og vonbrigðum og svona sjálfsásökun eins og hjá kannski mörgum í Evrópu að hafa trúað á þessa kannski skynsamlegu leið að rækta bara tengsl, viðskipti, menningu, stjórnmála samstarf og alls konar við Rússa og Rússland og svo var þetta einhvern veginn niðurstað þannig að það var einhvern veginn og þessi borgarstjórafundi breytist í svona varnarmálafundi þar sem að fylgdist með eða svona toppunum í sænskri og finnskri pólitík verið að teikna bara ótrúlega hraða tímaáætlun sem að vissi ekki að einhvern veginn hvorki þessi lönd í NATO ætti til og það var bara bein viðbröð einhvern veginn við þessu og auðvitað gætum við einhvern veginn fyllt bara heilan þátt líka því að ef maður fletti bara í 7-8 ára gamlum bókum Evrópusambandið að þá segir bara fyrstu blaðsíðu þetta er ekki varnarbandalag og sjá einhvern veginn hvernig fókusin breytist í að styðja við aðildarríkin í því sem þau vilja gera sem er að efla sig
varandi hergagnaðiðnað, varandi samstillingu, varandi samstarfi NATO og svo framvegis. Þannig að sko Úkraína og innrásin einhvern veginn svo miklu stærri tímapunktur, ekki bara einhvern veginn þar sem að fólk að taka ákvarðanir heldur ef maður skoðar bara kannanir á viðhorfum evrópsk almennings bara til samstarfs við nágranna sína, þá jógst stuðningurinn bara ótrúlega á þessum tímapunkti og eitt af því sem skorar hæst varandi Evrópusambandsland að almenningur styður mest af öllu samstarfi öryggis- og varnarmálum sem að hefði hljóma bara mjög skrítið fyrir 15 ára. Já, ég meina og þróunin eins og bara í Finnlandi, þú veist stuðningur við aðild að NATO, þú veist bara í janúar, þú veist bara rétt fyrir innrás og svo rétt eftir og svo bara 2-3 mánuðum síðar, þú veist hún rýkur upp og það var líka mjög svona alveg mjög áhugavert að vera sko ráðherra á þessum tíma þar sem þau eru áður en þau taka ákvörðun að sækjum og þau svona leitust svolítið hönd í hönd Finnar og Svíar í þessar ákvörðun, þú veist Finnar voru alltaf aðeins á undan, aðeins tilbúnari, komin aðeins lengra í sko samtalinu, þú veist, innanlands, þú veist náttúrulega með sko ríkisstjórn leitt af sósíaldemókrötum í Svíþjóð, þetta var, þú veist, erfitt fyrir þau að þannig að þetta þurfti að fara í gegnum svona ákveðið ferli, ákveðið tímaplan, það þurfti að halda, þú veist, landsfund og það þurfti að gera og græja og þau svona leittust svona svolítið hönd í hönd sem var líka mjög áhugavert að hérna fylgjast með. Og þetta líka þetta sýnir, þú veist sko allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu snerist aldrei og snýst ekki eingöngu Úkraínu og hún snýst, þú veist, gagnvart Úkraínu snýst hún ekki eingöngu alþjóðlega viðurkennd landamæri og lögsögu, þú veist, heldur samfélagsgerð og hvað það sem að Rússar vildi koma í veg fyrir að Úkraína, þú veist fengi að verða það samfélag sem að þau hafa þegar tekið ákvörðun að verða en líka sko samhlið auðvitað þú veist, alveg svo Eystrasaltsríkin hafa áhyggjur af hvað gerist næst að það sjáu auðvitað bara hvernig fjölþóttaógnir árásir í allskyns formi af hálfu Rússlands hafa aukist samhliða og þetta eitthvað sem að þú veist, við verðum að átta okkur á og við þá meina ég bara í rauninni veist, Evrópa líka við hérna á Íslandi og þegar að Evrópuríki og Evrópuleiðtogar eru að beita þau fyrir sig að við þurfum bara meiri tíma og svona, þá stundum langar mann alveg að þú veist, ein ástæðan fyrir að þú hefur haft allan þennan tíma vegna þess að Úkraínumenn eru að þú veist, fórna lífi sínu limum fyrir frelsið og fyrir öryggi okkar allra á hverjum einasta degi. Þú veist, hefðu þeir gert það sem að flestir héldu að þeir myndi gera, þá hefði Evrópa ekki haft núna á 15 ár til þess að þú veist, byggja svo upp og búa svo undir bara breyttan veruleika og geta sýnt í verki að við, þú veist, séum bæði tilbúin að verja það sem að okkur kærast og við höfum burði, þú veist, til þess að gera það. Þannig að það ýmislegt sem að þú veist kom alveg á óvart með ákvæðum hætti, þú veist, það sem við gátum sýnt svona einhverja einingu og tekið ákvarðanir hraðar heldur en áður hafði kannski þekkst en það er líka alveg klárt að þú veist, við höfum ekki gert nóg, við höfum ekki hreyft okkur nóg hratt, stuðningur Úkraínu hefur verið of hægur í of smáum skrefum, þetta byrjaði með því að Evrópusambandið taldi að stigmögnunar senda vesti og veist, ég veit alveg að það er alltaf auðvelt að horfa í baksinn í speilin en þú veist, við verðum þá líka að læra af því og þá er spurning hvað ætlum við að gera núna, þú veist, ef menn hefðu þorað að styðja við varnarbaráttu þeirra með öflugri hætti í stærri skrefum frá upphafi, þú veist, hvernig hefði þetta allt saman þróast, því að allir stærstu sigrarnir, við höfum, þú veist, Evrópa og Bandaríkin og Kanada og Japan og Suður-Kórea og fleiri hafa stutt við varnarbaráttu þeirra og við höfum sýnt pólitíska styrk að einhverju leiti en að mörgu leiti líka ekki en þá eru allir helstu sigrar í þessu stríði eru Úkraínumanna sjálfa og fyrir okkur er líka held ég orðið bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á sko, þú veist snýst rosa mikið sko hvað Úkraínumenn þurfa okkur að halda, þeir þurfa okkar stuðning, já þeir þurfa okkar stuðning sko en hvenær ætlum við að horfast í augu við það að við þurfum á þeim að halda
þú veist, hvað heldur að mörg Evrópuríki eða myndir raunverulega standa svona imminent eða hröð ógn af Rússum eða öðrum, í hvern halda mennir að þessi ríki myndu vilja hringja? Ég held að flestari myndu vilja hringja í Úkraínu af því að þeir, þú veist, nýsköpunin, tækniþróunin, hernaðli geta til að berjast við Rússa, þú veist, allt þetta er bara, þú kemur ekki til á góðu en það er staðan, sko. Þannig að hvernig ætlum við saman einhvern veginn að búa samfélagin okkar undir það og vera tilbúin að borga tryggingarnar til þess að reyna að koma veg fyrir eitthvað altjón. Og það er ekki hægt í, þú veist, mörg misseri viðbót segja að við þurfum bara aðeins meiri tíma, sko. Nei, þetta er svona einhvern veginn að renna kannski upp fyrir öllum eða allavega fleirum smám saman að líka það sem hefur kristallast í þessu stríði er að hernaður hefur breyst. Rosalega. Og þegar maður horfir á einhvern veginn svona fullkomnasti her heims glímir við í raun drónahernaði fyrir botni Miðjarðarhafs núna að þá einhvern veginn er einhvern veginn kemur bara náttúrulega bara nafn Úkraínu efst á listan því að þar hefur þessi nútíma hernaður þróast bara mjög hratt og mér er eftirminnilegt svona hliðaviðbyrði á leiðtogafundi NATO í Haag í fyrra að þá var fyrrverandi bandarískur hershöfðingi sem var að stilla upp einhvern veginn varnarlínu Evrópu án Bandaríkjanna og þar munaði bara öllu hvort að Úkraínumenn væru hluti Evrópu eða ekki og bara á myndrannan hátt, þú veist, ef að Úkraína fellur eða einhvern veginn er ekki Evrópumegin í slíku stríði að þá þyrfti ekki að spyrja leikslokum ef það myndi bresta á hratt og nú veit ég bara af reynslu að stríð er okkur svo fjarri og það er bara svo fjarri einhvern veginn svona íslenskum hugmyndaheimi að hugsa það að fyrstu viðbrögð nákvæmlega eins og í aðdraganda Úkraínustríðsins er að hugsa, er þetta ekki bara frekar órökrétt? Veist, hvað væri í því fyrir Rússa að ráðast inn í Evrópu eða inn í eitthvað NATO-ríki þannig ég held að svona maður sé það er örugglega svona innri röddin hjá mörgum sem er að hlusta fer strax í þetta þú veist, hver er þín samfæring í þessu eða hvernig eigum við einhvern veginn að hugsa þetta? Sko ég held, mér finnst oft sko jafnvel þótt þú veist, þegar við erum að tala ógnina af því sem einhvern veginn er að gerast og það sem verið er að vara við að gæti gerst þá held ég sé bara mikilvægt að setja þetta í samhengi, þú veist, ég er ekki að vara fólk við því að það kom einhvern veginn svamlandi skriðdreki upp, þú veist, Faxaflóahöfn og rúli niður Skólavörðustíginn heldur ef þetta breiðist út ef það gerist með svona hálf tákgrænum hætti, þú veist, ef Rússar myndu taka einhvern smá bæ í einhverju nágrannaríki hver eru viðbrögð Atlantshafsbandalagsins við því? Og þú myndir láta að reyna á 50 greinina, sameiginlega viðbröðsgreinina. Og ef að viðbröðin eru eins og Rússar myndu vilja að væru, hvaða þýðingu hefði það þá í framhaldinu? Þú veist, eða ef eitthvað annað stærra gerist, hvernig sem það gerist? Ef að við einhvern veginn annarkort möllum einhvern veginn inn í slíkt ástand eða það gerist með hraði, hvaða áhrif hefur það á okkur hér? Þú veist, við sem herlaus þjóð en ekki varnarlaus, við sem útflutningsdrifin þjóð sem eru mjög háð því bara að flytja út vörur og þjónustu, kom út okkar fisk og sjávarafurðum á markaði, við tökum við, þú veist, rúmum 2 milljónum ferðamanna til Íslands, við seljum ál, þú veist, allt þetta aðfangakeðjur, samningar, skipaflutningar, þú veist, við erum með skip sem að sigla ekki einu svona á íslenskum fána, sko, þannig að í ákveðinu svona neyðarástandi þá hafa ríki heimild til að kalla skip heim í höfn undir þau skip sem undir þeirra fána, en þá koma nú bara engin skip til Ísland, sko, ekki einu sinni, þú veist, okkar íslenska fyrirtækja.
Vegna þess að eimskipa og samskipa eru skráð erlendis. Já, eru með sigla undir fán, ekki íslenskum fána. Og þetta er skattamál og kjarasamningar og eitthvað. En þú veist, það er bara svo mörg svona atrið sem að ég held að sé kannski ekki síður mikilvægt fyrir fólk bara svona að svona máta, þú veist, ég meina við sáum svona vott af þessu í heimsfaraldri, þú veist, þegar að bara aðfangakeður einhvern veginn riðluðust eða rofnuðu ykkur tíma og svona, þú veist, við erum líka mjög háð innflutningi, þú veist, hvað ef að ég meina stundu það þarf ekki endilega að vera sko raunveruleg átök ykkur staðar á hafi til þess að skip hætta að sigla, ef að áhættan bara eykst nógu mikið að tryggingarnar hækka svo mikið að skipin hætta bara að sigla, og hvað gerum við þá? Hversu undirbúin erum við, hversu vel erum við undirbúin fyrir bara einhverja svona breytingar og hvað áhrif hefði það, þú veist, á okkur og ég hef stundu sagt við þegar fólk ekki sammála mér í því þessu mikla ákafa eða þú veist, maður sé að tala um þessu hluti og tala hann bara minnum þetta og þetta skiptir, þú veist, þetta er langt í burtu og þetta skiptir ekki máli og þú þarna með þín gildi og eitthvað. Ég sagði bara, heyrðu okkur, tökum bara praktíska nálgun á þetta. Hvað verð heldur þú fengið fyrir fiskinn ef að hlutinni fari skrúna í kringum okkur? Hvers konar ferðaþjónustuland er Ísland ef okkar mikilvægustu markaðir eru ekki, einhvern veginn hafa ekki burði til þess að fólki þar er ekki að, þú veist, fara að fljúga og verða tíma sínum hér. Þú veist, við, hvort sem okkur líka betur að vera þá mun þetta hafa bæði bein og óbein áhrif á okkur. Við erum alltaf í öllum samanburði örugglega í miklu betri málum heldur en flestir og við erum bara að vera þakklátt fyrir það, passa upp á það sem þá hlutir sem er í lagi hérna hjá okkur, vinna okkar, þú veist, heimavinnu og leggja síðan inn, þú veist, þegar ég er að segja sem eigum að verða úr bandamaður, það er einhvern veginn ekki af því að það hljóma svo vel eða af því að það þykir eitthvað cool að segja það er bara, þú veist, þetta er bara hagsmunamat, þú veist, við sem munum alltaf þurfa á bandamönnum að halda. Við eigum að sýna það þá í verki að við séum verðugu bandamöður með þeim hætti sem við getum gert og í staðan fyrir að horfa alltaf á það hvað við getum þetta ekki að því við erum svo fá, við getum þetta ekki að því við erum svo smá, við getum þetta ekki að því við erum ekki með her, við getum þetta ekki að því við eigum ekki vopn. Ok, gott og vel, en hvað getum við gert? Af því að við erum fá, af því að við erum smá, af því að við erum ekki með her, af því að við erum staðsett það sem við erum, af því að við ógnum engum, af því að við erum með ágætis svona trakkrekord í því bara hvernig á að haga sér og reka samfélag og svo framvegis og svo framvegis. Hvað getum við gert raunverulega bara í krafti smæðurinnar eða bara með því að þú veist leggja ykkur lið eða leysa úr minni atriðum hratt. Þú veist, við lögum til dæmis áherslu á það að vera þannig bandamaður gagnvart Úkraínu. Þau koma ekki til okkar og biðja eitthvað risastórt af því við bara eigum það ekki til. Þú veist, en einhvern tímann til dæmis vantaði þá trukka. Og þau voru búin að vera í samskiptu við annar ríki í Evrópu sem er töluvert stærra en við og það tók rosalega langan tíma af því að það er bara kerfið fjölmennara og þetta eru mörg lög og eitthvað. Við sögum, við getum reddað þessu og við gerðum það innan einhverja örfára vikna. Þú veist, við eigum að finna okkar sillu einhvern veginn í því hvar við getum raunverulega orðið að gagni og við erum alltaf að máta við okkar hagsmuni. Og það er aftur þetta sem að þú veist þegar við erum að tala um Bjarna Benediktsson eldri og svona. Þetta er bara sama hugsun sko. En þú nefnir hagsmuni, já. En ert ekki raun að tala út frá bara siðferðilegri afstöðu að sem kannski heyrist ekki rosalega oft í íslensku umræðu að við erum nefnilega miklu vanari því að njóta herverndar annara og vera í bandalögum þar sem við leggjum ekki fram okkar eigin mannslíf í fremstu vílinu. Þetta er bara svona hluti af okkar þjóðastolti, vil ég leyfa mér að segja, við séum herlaus þjóð og það er bara beinleiðis skrifað inn í varnarsamningi við Bandaríkin að við séum það og þar með er það tengt við okkar aðild að NATO og við fengum í EES-samningnum, það er nú frægt, allt fyrir ekkert og vorum mjög ánægð með það. Það er ekkert mjög algengt að við hugsum eins og þú ert svolítið að tala fyrir, þó að ég er alveg sammála að þetta séu líka okkar hagsmunir, en þú ert líka að gera ákveðna svona að þetta sé siðferðislega afstaða að jafnvel, sem ég kannski má segja sé grundvöldurinn fyrir NATO sem varnarbandalag, að það eigi að virka óháð því hvaðan að því er sótt og þú ert í raun að segja að við í öll þessi ár
höfum svona sloppið dálítið létt og ekki gert að því að við hefðum í öll þessi ár geta hugsað þetta okay, við erum ekki með her en hvað annað eigum við að gera, eigum við að byggja okkur meira upp í björgun og hafa öflugri landhelgisgæslu og vakta hafsvæði hérna í kring eða svona, mér finnst það svolítið róttæk hugsun og það þú við stundum fengi svolítið hörð viðbrögð eða hvað? Jú, ég hef fengið hörð viðbröð en sko þú veist tökum bara dæmi bara umræðan aukningu útgjalda til varnarmála, jáfnvel þó að við séum að setja markið á allt annar stað heldur en allar aðra NATO-þjóðir það samt talað eins og það sé óraunhæft og okkur jáfnvel megn og sé hvar eru tölurnar og í hvað þetta fara mér finnst sjaldan talað það á einhverjum siðferðilegum grunni eða sanngirnismál að við gerum líka okkar hlut. Já, ég held líka, þú veist, þegar ég segi sko okkar hagsmunir, þá það einmitt líka vegna þess að, þú veist, við gerum við kröfu og hugmyndin með þeim bandalögum sem við erum í, gera ráð fyrir að fólk sé tilbúið að fórna miklu fyrir okkur og það alveg að segja, já, ok, það bara dýllinn og þetta bara svona, en þá ég, þú veist, þá finnst mér einhvern veginn svo það minnsta sem við getum þá gert að gera okkar þú veist, það sem að bandamenn okkar standa frammi fyrir stærra og meira heldur en það sem við stöndum frammi fyrir og þú veist, aftur eins og Bjarni Benediktsson eldri sagði, sá sem æskir frelsis þarf að sýna í verki hann eigi frelsi skilið þú veist, þetta ekki bara hagsmunamat það sem hann að segja, þetta líka einhver svona siðferðisleg nálgun þú veist, sá sem æskir frelsis þarf að sýna í verki að hann eigi frelsi skilið. Og það þýðir þá að í mínum huga að við séum þá verðugur bandamaður, að við séum að taka, þú veist, við séum pólitískir bandamenn, að við séum með eitthvað framlag og við séum virkir þáttakendur í því sem að við viljum að haldi og við gerum ráð fyrir fórnum annara sem að við þurfum ekki að færa sjálf en ætlum við þá bara ekki heldur að gera neitt af hinu en gera ráð fyrir allt hitt samt, þú veist, þannig að þeir eru komin í einhvern veruleika þar sem að frelsi kosta meira, stærri fórnir einhvern veginn að verða líklegri, ég ekki að segja sé fara að gerast, þannig eru líklegri, hvaða þýðingu hefur það fyrir okkur sem manneskjur, sem, þú veist, frjálst og fullvalda ríki, því það fylgir því ekki bara réttindi að vera fullvalda og sjálfstæð, það fylgir það líka skyldur, þú veist, ætlum við að sinna þeim með sóma, eða ætlum við að vera súkkulaði og mér finnst við bara ekki hafa neina afsökun til að gera það sko mér heyrist kissaði nú að samla Já, og heimiliskötturinn Mummi hérna að blanda sér aðeins í samtali og það kannski amen eftir efninu við erum í raun hérna komin út í siðferðilega fræðilega og siðferðissálma sem kannski of sjaldgæft í pólitískri umræðu meðal annars utanríkismál en ég held að það sé gott að vera svolítið niður fyrir stundum og vekja til umhugsunar hluti eins og þessa líka í samhengi við Úkraínustríðið það 100.000 sem að fórna lífi sínu þar á víglínuna og berast fyrir frelsi og þetta bara allt samfélagið undirlagt við höfum gert hluti stutt eftir föngum í samvinnu við aðra bandamenn við höfum tekið vonandi vel flest opnum örmum móti fólki frá Úkraínu sem orðið hluta samfélag okkar að umtalsverðu leyti og hefur gengið alveg ótrúlega vel með við ýmsar hrakspár og ef við byrjum okkur saman við ýmis lönd þá það svona hlutfallslega bara eitthvað sem við getum alveg hérna borið höfuð hátt yfir vegna en ég held að sé svolítið hollt að gera eins og þú ert að gera núna að fá okkur til þess að velta því fyrir okkur svona hvaða að vera verðugur bandamaður og hvert svona bara út frá okkar sjálfsmynd og þjóðastolti eigi að vera okkar hlutur í alþjóðasamstarfi eða sama hvað nafni það nefnis hvort sem það er NATO eða Evrópusamstarf eða þróunaraðstoð þannig að dæmi sé nefnt
því að við erum, þó við séum fámenn og afskekt, þá erum við líka rík og stolt. Já. Og minn okkur á hvað við getum verið þakklátt fyrir. Já. Í öllum samanburði þá Nákvæmlega. erum við nokkuð heppin sko. Já, nákvæmlega og hér væri hægt að bæta við heilmiklu Marshall-aðstoðina og hérna ýmsan stuðning sem við höfum fengið, það kannski förum við í seinna, þó að það hafi ekki verið planið. Næst ætlum við að fara inn í bara mál sem að er í fréttum dag frá degi, óþægilega oft, flekaskil innan NATO og hérna yfirlýsingar meðal annars Bandaríkjaforseta framtíð samstarfsins, umræðum 5. greinina sem eru vissulega hlutir sem líka tengjast nágrannaríkjum Úkraínu, Eystrasaltsríkjunum og öðrum NATO-ríkjum, en við hefðum auðvitað líka að geta rætt bara aðild Úkraínu að NATO sem er hugsanlega ein svona fljótvirkasta öryggistrygging sem að ekki bara Úkraína heldur Evrópa gæti fengið, að Úkraína væri hluta af varnarbandalagi með Evrópu og Bandaríkjunum og Kanada. Tökum það næst. Takk fyrir í dag.